Komið sæl og verið velkomin í fyrsta þátt af fótboltasögu fyrir svefnin. Fótboltaþáttur þar sem við munum segja sögur úr fótboltaheiminum með kannski aðeins öðru yfirbræði en vant að gera. Ég heiti Ólafur Bjarni Hákonarson og með mér Stefán Pálsson. Þú velkomin. Takk. Og til umræðu í dag Sókrates, ekki sá gríski heimspekingur, heldur brasilíski landsliðsmaðurinn í knattspyrnu, þó hann kannski hafi ekkert endilega verið síðri hugsuður sá síðarnefndri. Nei, og rauninni nefndur eftir Sókrates sjálfum. Já, Já, við ætlum náttúrulega, markmiðið í þessum þáttum hérna að sýna það að vinstri menn kunni rangstöðureglurnar og hafi áhuga á fótbolta og efnin sem við verðum svona þema í hverjum þætti og þau hafa tengingu við einmitt stjórnmálin. Og það varla hægt að hugsa sér pólitískari fótboltamann heldur en Sókrates sem reyndaldið svona fyndið að hugsa til þess að í byrjun 9. áratugarins þá voru allir Íslendingar með það á hreinu að Zico og Sókrates, hinni brasilísku, þetta var einhverju bestu fótboltamenn í heimi, það hefði enginn séð á spila nema í mestalagi fengum við smá glugga svona á heimsmeistaramótunum en svona fyrir tíma beinu útsendingana og internetsins það var svona upplifun manna dálítið öðruvísi og Sókrates góðsögn í heimalandinu, það var þjóðarsorg í Brasilíu þegar að hann lést langt fyrir aldur fram, fyrir rúmum áratug, fór nú ekki vel með sér kallinn. Samt dálítið merkilegt að hugsa til þess að það í rauninni bara fyrir fáeinum árum, þá kemur svona fyrsta alvöru ævisaga hans út og skrifuð upprunalega meira að segja á ensku af breskum manni sem að hafði aðgang að handriti sem að Sókrates hafði verið að skrifa einhvern svona dröga að æviminningum. Einmitt. Og hann var alltaf bara miklu meira en bara fótboltamaður, hann var hugsuður, hann var læknismenntaður. Já. Ólst upp í millistétt í São Paulo. Já, það náttúrulega strax eitt og sér, gerir hann náttúrulega mjög óvenjulega. Knattspyrnan á þessum tíma og náttúrulega sumuleyti ennþá í þessum heimsluta en á 20. öldinni þá var þetta alþýðusport. Þorri atvinnumanna í Suður-Ameríku koma bara úr verkalýðsstéttinni og úr fátækrahverfunum og þetta hefur oft verið svona leiðin fyrir menn að komast svona út úr slömminu og komast í álnir. Þannig að bakgrunnur Sókrates allt annar. Hann spilandi atvinnumaður á sama tíma og hann í læknisnámi sem og faðir hans bara nokkuð efnaður. Reyndar dálítið merkilegt að pappans í rauninni nýkominn inn í millistéttina því að hann var sjálfur að mjög fátæku fólki kominn, hafði ekki notið neinna skólagöngu en kennt sér sjálfur og í Brasilíu á þessum tíma þá voru sérstök embættismannapróf. Þannig að til þess að fá úthlutað ákveðnum opinberum embættum að þá var ekki nóg að hafa einhverja háskólagráðu, heldur þurftum að standast staðlað samrænt próf. Og faðir Sókratesar sem eins og ég segi hafði bara engra skólagöngu notið verður bara efstur í því prófi á landsvísu og eini maðurinn sem var ekki lögfræðingur sem að það gerði. Þannig að það greinilegt að þetta ljóngáfaður maður les gríðarlega mikið, drekkur í sig heimspeki og stóru svona evrópsku skáldsögurnar, kallar frumburðin sinn Sókrates vegna þess að hann var að lesa mikið gríska heimspeki á þeim árum. Annar í systkinaröðinni fékk síðan nafnið Sófókles því að þá var pappinn liggjandi í grísku harmleikjunum og þar fram til göttunum og þetta bakgrunnurinn. Og Sókrates þá tekur upp hefur þennan bakgrunn að hann að lesa
heimspeki, hann að lesa stjórnmál og bókmenntir, ætlar sér alltaf að verða læknir, númer 1, 2 og 3 og lítur svo á að fótboltinn, og það var svona bara samstæða það á heimilinu að fótboltinn væri hobby. Já. Þannig að þó svo að hann væri farin að leika þarna fótbolta á efsta stigi, þá var planið alltaf að verða læknir og ætlaði að verða bara barnalæknir í einhverju heilsugæslustöð, í einhverju fátækrahverfi í Brasilíu. Það var sem sagt stóri draumurinn. Já. Og meira að segja á þeim tímum í hans lífi þar sem að hann farin að raka inn peningum að spila fótbolta á margföldum læknislaunum, þá talar hann alltaf eins og aldrei að vita hann ég bara hætti á morgun eða svona, talar alltaf hvað hann hlakkaði til að snúa baki við fótboltan og sinna þessari köllun sinni sem að rættist síðan aldrei og má alveg velta því fyrir sig hversu raunhæft það var sko. Og fótboltin var með bara alltaf svona einhver fylgifeskur í hans lífi dálítið að hann beitti sér freka fyrir á öðrum sviðum heldur en á öllunum ofta tíðum. Já, og birtist líka í þessu að sko á meðan að kannski liðsfélagar hans, og auðvitað hlýtur það að breyta nálgun manna á sportið, að á meðan að liðsfélagarnir hans í Botafogo sem var uppeldisklúbburinn, það voru menn sem voru bara að brjótast úr fátækt og litu á fótboltan sem sitt stóra tækifæri. Þá er Sókrates einhvern veginn alltaf meðvitaður það að hann hafi að öðru að hverfa og þetta sé nú kannski bara tímabundi, þannig að hann nennir ekkert að leggja sig mikið fram um æfingar. Og það nú stef sem að gengur í gegnum allan hans feril, að honum fannst alveg óskaplega leiðilegt að vera á einhverjum hlaupaæfingum og styrtaræfingum. Stór leikmaður. Já. 1,92 á hæð. 1,92 á hæð sem að nú bara dágott og ansi mikið í Brasilíu. Ekkert sérstaklega mikil samt. Nei. Það nefnilega einmitt málið að allir hans þjálfarar mjög uppteknir af því að það þurfa að bæta einhverju kjöti utan á beinin, að hann væri bara ekkert rosalega sterkur og góður skallamaður og það allt saman. En það að mæta á æfingar, sérstaklega ef honum var skipað að gera eitthvað, að hann bregst alltaf mjög illa við valdi. Já. Og mjög snemma þá er staðan orðin svo að hann nýtur bara sérréttinda. Þjálfararnir vita að það ekki hægt að gera sömu kröfur til hans mætingu og þegar hann lét sjá sig í æfingabúðunum, þá fannst honum þægilegast að liggja bara á bekknum hjá nuddaranum og sjúkraþjálfaranum sem allra mest. Og þessu bara liðsfélagarnir bara kyngdu þessu. Sókrates, hann var bara sérstakur, hann var bara betri, þannig að hann komst upp með hluti sem aðrir gerðu ekki. Og það kvartaði enginn mjög mikið vegna þess að hann sýndi alltaf einhverja snilldin á vellinum sem gerði það verkum menn fengu bónusa og þá kvartaði enginn. Einmitt. Og þessi brasilísku knattspyrnumenn voru dálítið mikið upp til hópa götustrákar sem hefðu spilað svona á götunum á tánum og svoleiðis. Hann var úr millistéttinni og kom það kannski ljós dálítið inn á velli, var leikstílinn hans eitthvað öðruvísi eða? Já, það alveg klárlega. Það ekki þessi sama svona aggressjón. Eins og þú segir, millistéttabakgrunnurinn kom fram í því hann hafði pröfað ýmsar íþróttir, hann hafði alltaf allan aðgang öllum búnaði, alltaf góðir skór og annað þess háttar. Einkenni á honum sem leikmanni var kannski, eins og ég segi, ekki mikil yfirferð. Hann byrjar hreinlega sem svona strækjar en færir sig síðan aftar á völlin, fer í svona leikstjórnanda hlutverk
og eiginlega svona meira bara í að dæla hárnákvæmum boltum á samherjana. Svo kann það líka leikið á menn, hann var leikið með boltan. Já, litlar fætur. Þetta er svona kunstugt fyrir mann sem farin að sleikja hérna 2 metrana að bara svona ballerínu lappir einhverjar sko. Mjög örugg vítaskitta mjög skotviss bara svona yfir höfuð eins og maður sér líka hann á 303 skráða leiki og 172 mörk sem að myndi teljast ansi gott fyrir miðjumann. Maður kannski veltir fyrir sér hverja væru nútíma samsvaranir fyrir hann. Já, kannski hann minnir mig dálítið á Jæja Túri, svona öllu sínu veldi. Mér fannst það líka einmitt, ég er náttúrulega veikur Arsenal-maður og ég svona hugsaði hvað ef Diaby hefði orðið það sem hann hefði ekkert orðið, mögulega. Eitthvað svo leið, svona stór miðjumaður sem var leikið með boltan, skotið sér menn, sko. Það var svona... Og hann byrjar alveg að eins og segi, vekja athygli hjá þessu sko héraðsliði sínu og hefur þennan draum það að leika í brasilíska landsliðinu sem allir Brasilíumenn hafa. Ég meina brasilíska landsliðstreyjan, þetta hefur alveg sko sérstaklega mikið gildi í þessu landi og var meira að segja gæla við það að hann kæmist á heimsmeistaramótið 1978 en var ekki valinn sem að urðu honum sárvombriði og hann kemst að þeirri niðurstöðu að það sé vegna þess að hann var ekki að leika fyrir nógu stórt og frægt lið og það var ekkert alveg úr lausu lofti gripið að landslið var borið uppi af svona stóru félagunum í Brasilíu og það ræður því að hann færir sig til innan svona Sao Paulo svæðisins og fer til Corinthians sem náttúrulega eitt af allra öflugustu og sögufrægustu liðunum þarna með mikla sögu, verkalýðssögu vegna þess að Corinthians var á sínum tíma stofnað af verkamönnum sem ansvar við því að svona fótbolta elítuliðin í Sao Paulo og Rio þau voru bara skipuð aðalstéttinni og borgarastéttinni og öðrum var ekki hleypt þar inn og Corinthians reyndar svona einu leiti kannski hendaði honum ekkert sérstaklega vel að þar var sko áhersla stuðningsmannana gekk öll út á það að sko krafa þeirra til leikmanna var númer 1, 2 og 3 að þeir sýndu baráttu og passion. Þannig að það var svona gantast með það að menn sko fögnuðu frekar góðri tæklingu yfir hálfan völlin heldur en marki. Og og þó svo að liðið tapaði þá gátu mér kynnt því ef að leikmenn hefðu bara sko hlaupið úr sér lungun. Og þetta var nú kannski ekki alveg, Sókrates var kannski ekki alveg maðurinn inn í lið með þetta mentalitet. Nei, hann var kannski jafnvel of yfirvegaður, jafnvel stóískur svona tímum inn á velli. Já, og sem var svo auðvelt að túlka, sérstaklega þegar úrslitin féllu ekki mönnum í vil, þá var svo auðvelt að túlka þau á þann hátt að hún væri sama. Já. Og sem er mjög skemmtilegt í þessari ævisögunni er umfjöllun það hvernig hann er rauninni strauk sko stuðningsmönnunum öfugt í byrjun fyrir það að fagna ekki mörkum. Og sem að í dag þykir það pingulítið töff, skorar og labbar kæruleysislega í burtu. Balotelli gerði þetta dálítið árið 2012 á EM sko, hann var spurður út í þetta. Það er dálítið smart sko, en það, menn höfðu engan húmor fyrir því á þessum tíma og það var meira að segja þannig að sko Sókrates var einu sinni sýnt rautt spjald á ferlinu. Það fekk aldrei rautt spjald en einn dómari reif upp rauðaspjaldið þegar að hann hafði skorað óvenju glæsilegt mark og labbaði síðan bara hægðum sínum tilbaka. Gerði enga tilburði til þess að fagna og dómari komst að þeirri niðurstöðu hann var að gera lítið úr andstæðingunum
alltaf að reka hana velli við þurfum að vera mjög frumlegt fyrir að reki þeirra fagn ekki nógu innilega og það var ekki fyrir að liðsfélaga til útskýrðu fyrir dómarum að þessi maður væri bara svo skrítinn þannig að félagar hans í Korinthians eru sko farnir að grátbiðja Dr. Sókrates það að hann verði að hlaupa til stuðningsmannana og fagna og sýna þessa tilfinningu og hann tók mjög dræmt í það vegna þess að það er aftur það er margt sem bendir til þess að maður hafi nú verið að einhverju rófi því að sko svörin sem að voru að hún svona bara engin uppgerð að hann myndi ekki fagna bara því einhver segður að fagna og til þess að sko eiginlega gera sambandið ennþá stirðara við stuðningsmennina í Corinthians mætti hann í viðtöl svona í byrjun og í staðinn fyrir að kissa merkið og allt það sem að nýjir menn gera oft hjá nýju félagi þá bara viðurkennda það hann hefði nú aldrei haldið neitt sérstaklega með þessu liði og hann liti nú bara á að hann væri hér starfsmaður á plani en myndi náttúrulega sjálfsögðu gera sitt besta og svo svona einhvern veginn að lokum þegar að hann var svona farin að mynda tengsl við liðið og farin að verða Korinthiasmaður þá gat hann haft sig í það að fagna trillingslega og yfirleitt að reka kreftan hnefan á loft sem var svona eftirlætisfagn hjá honum vísunni réttindabaráttu þeldökra í Bandaríkjunum og það allt saman og þá fór hann svona að koma á laggirnar þessu korinþíska líðveldi það er náttúrulega það sem að gerir sem er kannski svona þessi merkilega samfélagslega tilraun sem að er staðið fyrir þarna er þetta korinþska lýðræði sem að er í rauninni bara það er hugmyndafræði sem að gengur út á það að það er bara að vera starfsmanna lýðræði í hérna fótboltafélaginu og hvort að kveikjan af þessu var mikill lestur á Marx og Engels eða hvort það var nú bara það að Sókrates var illa við agareglur og hérna vildi fá að ráða frekar álaginu og sjálfan sig á æfingum þá fer hann að tala fyrir þessu meðal félagana þú veist, af hverju látum við alltaf yfirstjórnin að ráða öll af hverju tekur hún allar ákvarðanir og segir okkur fyrir verkum áður hjá uppeldisklúbbnum þá hafði hann nú beitt sér fyrir því að svona matseljan og nuddarinn og svona lægra settu hérna starfsmennitir í hópnum að þeir fengu hluta af bónusunum sem áður höfðu bara farið til leikmannana þannig að það var klárlega svona félagsleg hugsun í þessu og hann fær þetta í gegn líka hjá Corinthians en svo fer hann að þróa þetta lengra og kalla eftir því að leikmannahópurinn taki ákvörðun það hvort að það sé sko flogið í útileika á föstudagskvöldið að laugardagsmorgni hvað sé borðað jafnvel hvaða liðsuppstilling sé notuð og þar fram til göttunum og þetta er mjög byltingakend hugmynd í brasilíska fótboltanum á þessum tíma þar sem að fótboltamenni voru bara þrælar mikil harðstjórn mikil harðstjórn og í rauninni það var engin virðing borin fyrir þjálfurum nema þeir sýndu rosalegan aga það var í rauninni dálítið svona þessi hugmynd að fótboltamennir væru allir bara einhverjir hálfgerðir villimenn úr verkalýðsstétt og valla læsir og valla skrifandi og hvað þá að þeir gætu lagt einhvað til málana og stjórnendur liðana, eigendurnir, stjórnarformennirnir þeir voru bara í sínum fínumanna svölum að borða snittur og drekka kampavín og datt ekki í hug að mingla við áhorfendurna á bekkjunum. Þannig að þegar að Sókrates til dæmis
tekur upp á því þegar hann meiddur eða í leikbanni að fara ekki upp í P-herbergið með stjórunum, heldur fer og stendur með hardcore stuðningsmönnum bak við markið, að þá þykir þetta mikil ögrun í garð yfirvaldsins. Og það sem að vill honum til happs að það þarna ungur róttæklingur, sonur eins aðal eigandans, sem að ráðinn sem framkvæmdastjóri hjá Corinthians. Maður sem hafði lært félagsfræði í háskóla, hafði sjálfur einhverjar svona hugmyndir svona vinnustaða lýðræði og þeir smetla alveg fullkomlega. Þannig að á næstu árum þá jafnt og þétt haldið áfram að þróa þetta leikmannalýðræði með atkvæðagreiðslum allt milli himins og jarðar. Og í svona sinni tærustu mynd þá átti þetta að virka þannig að stjórnendur félagsins, þeir áttu bara að mæta á fund með leikmönnum og leggja spilin á borðið, við erum að spá í þessum leikmanni og þessum leikmanni og þessum leikmanni og svo bara greitt atkvæði það hvort að menn vildu að það væri reynt að kaupa þessa leikmenni eða einhverja aðra. Það sem að Sókrates lagði nú samt mesta áhersluna á, það var það að fá í gegn að leikmennirnir, það væri horfið frá þessum vana að leikmennirnir væru lokaðir inn á hóteli sólarhringinn fyrir keppni. Já, hinn brasilísku konsentrá eins og kölluð það ekki. Sem að var alveg 1 til 2 daga. Já. Og það þýtti það náttúrulega, fjölskyldumennirnir í hópnum voru náttúrulega frekar súrir að missa af umgengni við fjölskylduna. Svona glaðværari menn eins og Sókrates sáu það að þetta truflaði mjög dagdrykkju þeirra og hann hafði mjög gaman af því að drekka bjór og gerði það mikið. Þannig að hluti af kórintska lýðræðinu var það að reglur sem að bönnuðu áfengisneyslu í leikviku, einmitt þessi innilokun á hótelunum, að frá þessu var horfið. Og þetta þýddi það náttúrulega að fótbolti leikur sem snýst úrslit. Já. Og þegar að illa gekk og liðið tapaði einhverjum leikjum í röð, þá voru stjórnendurnir og stuðningsmennirnir mjög fljótir að benda á þetta. Að spurja býtu, heyrðu, á hverju eru þessir menn bara krefjast þess að fá að sitja heima hjá sér svolgrandi bjór í staðinn fyrir að taka þetta alvarlega og hvaða rugl það að það séu bara einhverjir málfundir og einhverja kosningar og vitleysiskangurinn, þetta er bara menn sem eiga að spila fótbolta. Nákvæmlega. En þegar að vel gekk, þá var ekki hægt að rífast og Corinthians mjög sigursælt á þessum árum. Verður brasilískur meistari, keppir til úrslita og vinnur heimsmeistarakeppni félagsliða. Sókrates valinn knattspyrnumaður Suður-Ameríku árið 1983 og fyrir vikið þá verður þessi tilraun, þessi félagsfræðilega tilraun sem snerist samt kannski í grunninn, ekkert mjög flóknar hluti, að hún verður á allra manna vörum. Og allir frjálslyndu mentamennirnir í Brasilíu eru meðvitaðir þetta kórinþíska lýðræði og leið að þá verður herforingjastjórnin í Brasilíu verður sérstaklega tortryggin í þess garð. Og Sókrates lendir dálítið í þeirri stöðu að verða eitt af andlitum stjórnarandstöðunar í landinu. Já. Út á, í rauninni ekki flóknara fyrirbæri heldur en að
leikmannahópur í einu fótboltaliði kjósi það hvort það sé farið með rútu eða flugvél á leik. Einmitt. Þetta getur einmitt talist mjög djarft að geta verið að viðra þessar hugmyndir í ljósi þeirra aðstæðna sem voru í landinu. Ég meina herforingjastjórn frá 1964 og þessar hugmyndir lýðveldi ekkert sérstaklega vinsælar þá hjá ríkisstjórnin hann sko. Já, það nefnilega fótboltinn og pólitíkin í Brasilíu hefur náttúrulega verið sko gríðarlega samofin. Það herforingjastjórn sem að tekur við völdum 1964 og steypir þar vinstri sinnuðum leiðtoga af stóli. Sá hafði verið stimplaður sem kommunisti og féll í ónáð hjá Bandaríkjastjórn fyrir það að hann neitaði og mælti gegn því að Bandaríkin styddu við innrás á Kúbu og reyndu að bylta stjórninni á Kúbu. Það var nóg til þess að gera menn að hættulegum kommunistum í hugum manna í Washington og eftir Kúbubyltinguna þá fara Bandaríkin að veita Rómönsku Ameríku miklu meiri athygli og fara að styðja alls konar herforingjabyltingar og beint og óbeint og það gerðu þeir meðal annars í Brasilíu. Sú stjórn var síðan svona að herða tökin jafnt og þétt. Vel að merkja herforingjarnir í Brasilíu, þeir vildi aldrei viðurkenna að þetta hefði verið valdarán. Þeir töluðu þetta sem byltingu og það voru alls konar tilraunir til þess að pakka þessu einhvern lýðræðislegan búning. En svo svona þegar að komið undir 1970 þá meira og meira búið að ryðja öllum þessum lýðræðislegu stofnunum úr vegi og þetta bara orðin grímulaus herforingjastjórn. Og herforingjastjórn sem að nýtir sér út í ystu æsar sigur Brasilíumanna á HM 1970. Reyndist alltaf hvítþvo gjörðir sínar með því að beina frekar athygli að landsliðinu í Brasilíu. Sportwashing ekkert nýtt fyrirbæri, þannig að eiginlega Brasilíumenn ekki sko fyrr orðnir heimsmeistarar þessu frábæra liði. Að eiginlega fyrsta verk að liðinu flogið öllu aftur til þess að hitta herforingjastjórnina og pósa þar á myndum og svona það sat í mörgum í Brasilíu hvað svona margir af helstu leikmönnum og til að mynda Pele sjálfur gerði í rauninni lítið til að standa upp í hárinu á herforingjunum, heldur létu bara nota sig í þessu skinni og þetta kannski eina ástæða fyrir því að maður myndi kannski halda að Brasilíumenn væru með þennan titil 1970 á heilanum. Það alvanalegt í Evrópu að tala heimsmeistarana 1970 sem besta sigurlið heimsmeistaramóts í sögunni. En þetta hefur alltaf erfiðleikum með þessa tengingu. Síðan á þessum árum þá skákar herforingjastjórnin dálítið í því skjóli að það ofboðslegur hagvöxtur. Þetta svona kínverskur 10% hagvöxtur og gríðarleg uppbygging og svona aukin lífskjör millistéttarinnar sérstaklega. Alþýðan var nú skilin að miklu leyti eftir. Það var búin til kenningin að þeir þurfti fyrst að stækka kökuna áður heldur en að henni yrði skipt. Þannig að köku kenningin var búin þar til. En eftir að olíukreppan skellur á 73 þá fer mjög að svona halla undan fæti fyrir í efnahagsmálum Brasilíu. Þeir voru óbóðslega háðir innflutningi á eldsneyti og brugðust við með massífri erlendri skuldsetningu og bandarísk stórfyrirtæki náðu yfir ráðum yfir hráefnisframleiðslu og öðru slíku og viðbrögð herforingjana urðu eiginlega þau að veðja alltaf meira og meira á fótbolta.
að reyna einhvern veginn að endurtaka sigurinn á heimsmeistaramótinu 70 í þeirri von að það myndi svona ná fólkinu aftur á sitt band og það verða svona mjög svona leiðinleg vélræn landslið Brasilíumanna 74 sérstaklega 78 líka sem að leika bara mjög mikinn líkamlegan fótbolta herforingjarnir komið því til leiðar að það var maður úr íþróttaskóla hersins sem var settur yfir liðið sem hafði litla tengingu við fótbolta valdi menn svona út frá mjólkursýruprófum og einhverju slíku frekar heldur en því hvað var verið að gera inni á vellinu þannig að fótboltinn og pólitíkin þetta algjörlega helst hönd í hönd á þessum tíma og hann tekur svo þátt í heimsmeistaramótinu 1982 þessu stjörnuprýdda liði með leikmönnum að borða við Falcao og Zico og ekki kannski hægt að segja að hann sé nú samt kannski stjarna á meðal þessara stjarna Já, sko það sem að það var nú alltaf reynt að stilla sko við höfum Bítlana eða Stones en í Brasilíu gekk þetta allt út á sko hvort það væri Zico eða Sókrates og allir Brasilíumenn skiptust þar á milli Zico kom úr var úr Ríó og Sókrates úr São Paulo úr favelunum kannski í Ríó Já, og þetta eru þessar tvær stóru borgir og það er náttúrulega skulum hafa það í huga að uppbygging fótboltans í Brasilíu er sko á ekkert skilt við það sem við þekkjum hérna heima bara með einfaldri deildakeppni og tilfærslu þar á milli. Reglurnar eru óskiljanlegar og flóknar þannig að það lítur helst út frá HSI hafi búið þær til einhverjum sífellt breytt á hverju ári og í rauninni kannski svona allt eins mikill fókus á lokaldeildirnar, hverju vera Ríó-meistarar og hverju vera São Paulo-meistarar heldur en á landskeppnina. Þannig að það var alltaf mikil togstreita milli þessara tveggja stóru borga sem þannig að á meðan að þjóðin slóst það hvort að Zico og Sókrates væri betri, þá voru þeir sjálfir perluvinir og náðu gríðarlega vel saman inni á vellinum og þeir fara á HM 82 og þeir eru sannfærir að þeir verða heimsmeistarar og veðbankar eru það líka þannig að þarna er komið sko leiftrandi skemmtilegt lið sem að leikur stífan sóknarbolta og með hugmyndafræðina það skiptir ekki máli þó við fáum á okkur 3 mörk þegar við skorum bara 4 eða fleiri og það er í rauninni sko Sókrates er alveg bara uppfullur af því að hann ætli bara að verða heimsmeistari þarna 1982 og þá geti hann í kjölfarið bara lagt skóna á hilluna og snúið sér að því að verða þarna bara læknir í einhverju lítilli heilsugæslustöð og þá verði þetta ekkert toppað. Eftir á að hyggja má kannski segja að þetta er ekki maður sem trúir á fyrirbærið Jinx því að meðan á mótinu stendur á Spáni þá er hann að skrifa pistla og hann er að mæta í viðtöl og hann skrifar meira að segja sko blaðagrein þar sem hann fjallar það hvernig hann sjái fyrir sér að taka á móti HM-bikarnum sem fyrirliði. Það er ekki mælt með þessu í fræðunum að vera búinn að sigra mótið áður en að fara í það og vissulega leika þeir eins og hugur manns í riðlakeppninni pakka saman skotum og sovjetmönnum sem voru náttúrulega taldir með frábært lið á þessum tíma en þarna vinna Argentínu í mjög svona hörðum og sóðalegum slag þar sem að ungstyrnin Maradona er sparkaður sundur og saman en þarna er mjög furðulegt keppnisfyrirkomulag á HM. Það eru þetta var hvorki nota fyrir nei síðar þetta var eina mótið sem að þessir milliriðar það eru milliriðlar
þriggja liða milliriðlar sem að skila einu liði í undanúrslit. Já. Og gaf náttúrulega færi á tilgangslösum leikjum og alls konar leikjafræði í kringum þetta. Og svo þarna þessi úrslita leikur í milliriðlinum við Ítali sem að höfðu sannast sagna ekkert verið að glansa fram að þessu í mótinu. Ítalir fara upp úr forriðlinum með 3 jafntefli. Gera svo einmitt jafntefli á móti Argentínu í þessum milliriðli ekki sett? Þannig að þeir eru sem sagt, þeir eru búin að gera 4 jafntefli í 4 leikjum. Höfðu rauninni bara svo staðreind að þeir voru með betri markatölu heldur á nýliðar Kamerún. Gera það verkum að þeir voru ekki bara hreinlega skildir eftir þar. Það var ekki ljóst hvaðan mörkin ættu að koma í mótinu. Þarna var í leikmannahópnum Paolo Rossi sem var nú eiginlega dálítið ærulaus maður því hann var nýkominn úr löngu keppnisbanni eftir að hafa verið uppvís að veðmálasvindli og hagræðingu úrslita á Ítalíu. Við gerðum það verkum að hafa nú bara umdeilt að hann væri þarna á svæðinu yfir höfuð. En hann springur út í þessum leik á móti Brasilíumönnum sem að heitir í rauninni, þetta bara talað um þetta sem leikinn. Þetta er stakur fótboltaleikur sem að hafa komið út nokkrar bækur Okay. Og það má kannski segja að og það alltaf svona útgáfa Brasilíumannana dálítið þessi að þarna hafi í rauninni svona hugmyndafræðin og orðið þeim sjálfum að falli því að eins og segir Brasilíumönnum dugir jafnteflið. Já. Og undir lokin þeir hins vegar að sækja sigurmarkið. Okay. Í staðin fyrir að draga sér tilbaka og fá svo marki í andlitið. Tapa þessum leik 3-2 og Ítalir verða heimsmeistarar í kjölfarið. Og Paolo Rossi setur þrennu? Paolo Rossi setur þrennu og verður síðan markakóngur mótsins í kjölfarið. Það bara kviknar á liðinu á síðustu stundu. Og þetta bara heimsmynd þeirra þeirra Brasilíumanna bara hrynur. Þetta meiri háttar vonbrigði og áfall. Þeir bera þó höfuðið hátt og segja að þeir hefðu fengið tækifæri til að endurtaka allt. Það myndi gera allt eins vegna þess að í rauninni hafi þetta verið bara og menn hafa fabulerað einmitt þetta hvort að hverju þetta hefði geta breytt bara fyrir þróun knattspyrnunnar í heiminum ef að þessi eini leikur hefði farið öðruvísi vegna þess að þá erum við að reikna með því að brasilískur sigur á móti Ítölum hefði skilað þeim heimsmeistaratitli á leiftrandi sóknarbolta á þeim tíma þegar að evrópsku liðin eru farin að verða svona agaðri, skipulagðari og varnarsinnaðri eins og Ítalía spilaði á þessum móti. Eins og Ítalía spilaði á þessum tíma þannig að þessi úrslit þýddu einlega þó að Brasilíumennir bæru höfuð hátt og segðust hafa bara fallið með sæmd að þá dregur restin af fótboltaheiminum þá ályktun að einhver svona ævintýra mennska mönnum sé refsað fyrir hana og við sjáum miklu við sjáum alltaf svona varfærnari og varnarsinnaðri spilamennsku út alla 9. áratuginn sem að kannski mörguleitin hámarki sínu í HM 1990. Já. Þar sem að bara markaskorunin hrynur og leikur eftir leik endar í vítaspyrnukeppni. Já. Og koma þá Brassa kannski svona velrannari til leiks 1986, HM-keppninni þar eða heldur áfram uppteknum hætti? Þeir fara í ýmsar kollsteypur. Málið að merkilegt nokkuð þá Brasilíu aftur spáð titlinum 1986 fyrirfram af veðböngum og það reyndar var nú eiginlega þannig að það voru einhver svona
24 ári í röð þar sem að Brasilía var alltaf efst í veðböngum og það svona hvað svo sem að, og hvort sem að það var í rauninni innistæða fyrir því eða ekki. En 1986 mæta Brasilíumenn með sama þjálfaran og með sama liðið en 4 árum eldra, þjakað af meiðslum og alls konar rugl og vitleysigangur verið í gangi í aðdragandanum á meðan að liðið hafði bara unnið markvisst að mótinu 82 mjög lengi, staðið sig vel í Copa America og undirbúningsmótum. Þá hafði þjálfarinn sem verið sóttur aftur á síðustu stundu þar sem hann hafi verið að þjálfa í Persaflóan og raka inn seðlum. Aftur dæmigerð sjálfseyðingakvöt sem að við sjáum hjá Brasilíumönnunum í Mexíkó 1986 að það verið að rífast bónusgreiðslur fram á síðustu stundu og þetta sjáum við aftur og aftur. Spillingin hefur verið rótgróin í brasilíska knattspyrnusambandinu eins og svo sem víðar og tekur á sig þá mynda að það eru bara hótanir verkföll því það líka ekki fyrir hvaða greiðslur menn fái og jafnvel leikmannafundir fyrir leiki í sjálfri úrslitakeppninni fara í að þrefa við stjórnendur knattspyrnusambandsins bónusgreiðslur sem ekki kjör undirbúningur. Nei, hann kannski ekki alveg náð að koma þessu líðveldi á leggirnar hana í brasilíska liðinu. Nei, það var minni grundvöllur fyrir því og það sem að gerist sem sagt á HM 86 og það nú náttúrulega einhver góðsagnakendasta íþróttamynd sem til af Sókrates með hárbandið sitt glæsilega fyrir fyrsta leik. Þar ætlaði hann að senda skýr pólitísk skilaboð því að það má ekki gleyma því að það var alls konar pólitískir undirtónar tengdir heimsmeistaramótinu 1986. Mótið fór til Mexíkó á síðustu stundu. Það hafði átt að halda það í Kólumbíu. Kólumbía hafði fengið mótinu útlitað löngu fyrr. Svo eftir því sem að nær dró að þá bæði kom í ljós að Kólumbíumenn voru ekkert að byggja neina leikvanga eða neina innviði. Landið sjálft leystist upp í borgarastyrjöld milli stjórnarhersins og skæruliða og svo voru fíkniefna keðjur og kókaínmafíur sem voru eiginlega að taka völdin í heilu borgunum. Þannig að FIFA ákveður á síðustu stund að taka mótið af Kólumbíu og fela Mexíkó þetta. Og þar var nú eitt og annað athugavert í mannréttindamálum. Gríðarlega stór jarðskjálfti ríður yfir Mexíkóborg fáeinum mánuðum fyrir mótið og þá kölluðu nú margir eftir því að þessir fjármunir sem ætti að fara að nota í fótboltamót færu nú kannski frekar í að hjálpa bágstöddum og fólki sem hefði mist allt sitt en FIFA og Mexíkó stjórnvöld ákváðu að keyra þetta áfram og það greinilegt að Sókrates ætlaði sér þegar hann mætir til leiks í Mexíkó 86 þá ætlar hann sér að nota þennan vettvang til þess að halda svona alls konar pólitík á lofti og hann lætur prenta fyrir sig nokkur ennisbönd sem að öll innihalda svona slagorð sem að vísa í baráttu alþýðu í landinu en síðan svona og það má velta því fyrir sig hvort að það hafi nú verið bara þakka niður í honum eða hvernig það að hann lætur tilleiðast mögulega kannski rifjar upp að 4 árum fyrr að þá hafði nú svona það að vera á útopnu í fjölmiðlum og skrifa pistla og gefa endalaus viðtöl að það hefði nú ekki hjálpað liðinu. Nei. Þannig að hann setur sjálfan sig í hálfgert fjölmiðla bann
meðan á 86 mótinu stendur og spila nú kannski líka inn í að Brasilíu mennirnir með frábært lið á pappír, þeir vita aldrei frá leik til leiks hvað liðin á að stilla upp. Sókrates er þarna þjakaður af bakmeiðslum og síðan áttu bara læknar eftir að furða sig á því að þessi maður hefði yfir höfuð geta spila keppnisíþróttir á hæsta stigi með við hvað hann var allur í skralli. Zico er endalaust meiddur. Þeir svona ná að koma brasilska liðinu í 8 liða úrslit þar sem þeir mæta Evrópumeisturum Frakka í leik þar sem að þessar 2 örugustu vítaskitturliðsins klikka báðar, Zico í venjulegum leiktíma og Sókrates klikkar svo í fyrsta vítinu á móti Frökkum og þeir fara heim og draumurinn búinn. Og þá kannski heldur áfram þessi vélræni bolti í Evrópu að skila. Já, Maradona verður þarna meistari blessunarlega en út á kannski sína sitt einkaframtak en við sjáum hins vegar mjög vélrænt þýslið í úrslitum sem að hefði hæglega geta orðið heimsmeistari og svo 4 árum seinna þá er Evrópuboltinn farinn að dominera. Og Argentína þurfti náttúrulega þetta höndi kuðist til þess að bera sigur og bítum. Nákvæmlega, kannski ræðum betur síðar um Argentínu í þessum þáttum en það er náttúrulega líka að þarna 1986 þá er verulega að fara að halla undan fæti hjá honum Sókrates okkar sem er orðin 32 ára gamall og hafði þá þegar átt frekar svona mishefnað ævintýri á Ítalíu og tildrögin af því eru pólitísk því að þarna er Korinthiasliðið svona búið að verða þannig að þrefaldur brasilísku meistari orðið heimsmeistari Sókrates lykilmaður í því og eðlilega vekur hann athygli og hafandi líka slegið í gegn á HM 82 þá eru stóru liðin í Evrópu farin að bera í víurnar og á þessum árum þá þýtti það fyrst og fremst Ítalía. Ítalía var landið sem að dró til sín erlenda leikmenn. Á þessum árum þá mátti náttúrulega, þá var almenna reglan svo að það voru yfirleitt bara 2 útlendingar leyfðir í hverju liði sem að þýtti það að pressan var sérstaklega mikil á að þeir stæðu sig og með greittu fyrir þá svimandi upphæðir. Og ítalska liði Fiorentina kemur rísa tilboð í Sókrates og yfirleitt hafði það nú verið á þessum árum þegar að stór ítölsk lið komu og veifuðu sælabúntum að þá náttúrulega risu stuðningsmennirnir upp á afturlappirnar og vildi ekki missa hetjur sínar úr landi. Ég held að það sé flökkusögn að það hafi verið sett lög í Brasilíu á sínum tíma að Pelé mætti ekki fara til Evrópu að spila sem atvinnumaður en engu að síður að þá var þetta stórt atriði. Þannig að þegar þarna 1984 þegar að það eru gríðarlega miklar pólitískar deilur í Brasilíu þar sem að svona stjórnarandstaðan og lýðræðisfylkingin í landinu er að gera kröfu það að forseti landsins verði kosin í beinni kosningu en ekki bara af þinginu þar sem að herforingjarnir höfðu töklin og haldið það. Og það eru ógnarstór mótmæli haldin í helstu borgum og Sókrates og nokkrir félagar hans úr Korinthias eru svona meðal andlita þeirrar herferðar og Sókrates heldur ræðu á risastórum útifundi þar sem að hann segir ég hef hérna fengið stór tilboð frá Ítalíu
en að því að ég elska svo mikið Brasilíu og því ég elska svo mikið brasilískt lýðræði, þá ég til í að fara ekki neitt og spila bara áfram hér ef að þessar lýðræðisumbætur ná fram að ganga. Já. Nema það að herforingjarnir bakka ekki strax, enda nú á að gera það nokkrum misserum síðar og þessi stjórnarskrárbreyting felld og þá lítur Sókrates aldrei svo á að hann verða að fara. Já, maður orða sinna og mikið að vefjast fyrir honum því að þarna stóð hann í hann var nú ekki maður sem hann var ekki trúasti eiginmaður sem að sögur fara af, hann var í endalaus ástarævintýri fjölgiftur ekki satt fjórgiftur og verður alltaf jafn innilega ástfangin af nýju konunni en síðan leitar hugurinn á önnur mið og svona ekki alveg til fyrirmyndar að hann svona skildi við fyrstu eiginkonu sinna og fjórfalda barnsmóður eiginlega bara með því að segja henni í óspurðum fréttum að nú var þetta búið og hann væri fluttur inn til viðhaldsins. Þannig að hann var nú svona ekki alveg viss það, hann var þarna í miklu ástarsambandi við ljósmyndafyrirsætu og vildi nú kannski ekki alveg missa því og hvað þá að geta ekki alltaf skotist heim til mömmu og fer þó til Ítalíu einmitt vegna þess þegar þú ert búin að segja á 1.000.000 manna út í fundi einmitt, þá eiginlega að fara skýtur aldrei sjálfan sig í fótinn hana þannig að hann fer til Fiorentina ekki alveg með hausinn rétt skrúfaðan á hafandi vanist í Brasilíu að því hann væri Sókrates og að því að hann væri hetjan að þá giltu önnur lögmál hann heldur en aðra. Hann þyrfti ekki að mæta á æfingar, hann þyrfti ekki að hlaupa 10 kilometra með að lóða bakinu þó að lestina af liðinu væri sett í þetta. Sem búist við leikmennum hann á Ítalíu og taktíski fundir Já, á Ítalíu þá er þetta bara ekkert svona í boði og einhverjar hugmyndir eitthvað svona lýðræði ekki gott það ögranir sem að hann hafði geta sýnt gagnvart eigendum og stjórunum í fótboltaliðunum í Brasilíu það var ekki í boði á sama hátt á Ítalíu. Fiorentina er þarna úr borg þar sem að var mikil hefð fyrir róttækri vinstri stefnu og Sókrates mætir og kemur fram á pólitískum fundum hjá kommunistaflokknum í borginni en eigandinn var hins vegar forsprakki í mjög hægri sinnuðum borgaralegum flokki þannig að þegar að við bætist að búið var að borga offjár fyrir Sókrates og úrslitin skila sér ekki inni á vellinum, þeir eru bara í miðjuströggli eftir að hafa stemt á meistaratitil detta snemma út úr Evrópukeppni, hvort að þeir tapa fyrir Anderlecht í fyrstu eða annari umferð því þarna var náttúrulega bara á þessum árum þá voru bara öll sett í pott og dreif það var ekkert verið að einhver styrkleika röðun ekkert verið að flækja þetta þá súrnar þetta ansi hratt þannig að hann hrökklast frá og þeir í rauninni hann með fínan samning sem að hann hefði bara getað staðið á og innheimt sín laun en þegar að hann fyrir í einhverja tímabundna fílu út í stjórnendurna, fær tilboð frá Brasilíu að snúa til baka sem að kemur síðan í ljósa bara fjármögnun og því dæmi gekk ekkert upp og tilboðið fellur úr gildi, þá koma bara Ítalirnir og segja bara hreyðumaður færður. Þú sagður upp samningnum og hann hrökklast tilbaka eftir bara 1 tímabil. Eftir þetta, þá gerist þetta allt saman að þessi þrálátumeiðsli, bakmeiðsli
gera það að verkum að hann alltaf meira og meira meiddur. Hann flakkar milli liða. Það gerður einhver ofur samningur við Flamengo þar sem að hann og Zico eiga að leika saman í liði sem svona algjör draumamiði fyrir brasilíska fótbolta stuðningsmenn, en veruleikin sá að þeir eru alltaf meiddir á víxl, og sem svona dæmigert fyrir brasilísku fótboltaliðin að til að geta fjármagna dæmið þá verið að senda liðið út allar trissur í einhverja sýningaleiki í Japan og Suður Kóreu og Arabaheiminum og alltaf tilskilið að til að félagið fái borgaða sína þóknuna þá verði Zico og Sókrates að spila. Og þetta í rauninni gerir það að verkum að það bara dettur botnin úr hans ferli og hann leggur skóna á hilluna mjög skömmu eftir HM 86. Byrjar að reyna að fóta sig sem læknir. Draumurinn lækningarnar bjó alltaf í honum, en það ekkert auðvelt þegar að þú hefur ekkert sinnt faginu í þennan tíma, orðinn vanur lífstíl fótboltamannsins. Drykkfelldur líka. Drykkfelldur mjög, og það náttúrulega það sem að nú kannski minna talað í þessu, að sagan af Sókrates bara saga af tapari baráttu við fíkn. Menntaður læknir reykir alltaf eins og strompur allan sér fótboltaferil og og það nú gantast með að það hafi nú svona strax byrjað að súrna samskiptin í Fiorentína þegar hann kveikti sér í sígarettu í læknisskoðuninni. Ákveðin skilaboð. Og gantaði svo með að hann verið bara hittað upp. Eins og ég segi, drekkur eins og svampur alla tíð, og svo flakkandi milli kvenna, reynir fyrir sér í þjálfun og reynir þar að innleiða sína lýðræðis hugmyndir leikmannalýðræði og annað slíkt, en leið og úrslitin skiluðu sér ekki, þá var hann látinn fara. Hann var fenginn í að vera hann ætlaði að reyna fyrir sér sem svona sjónvarslýsandi á íþróttaleikjum, fekk stórt gig þar, en í fyrstu útsendingu mætir hann dauðadrukkin og heldur með öðru liðinu allan tíman. Og svo framvegis svo kannski til marks það hvað hann nú komin á skrítin stað, að þá endar ferillinn á mjög óvenjulegum stað. Maður skorur hann á ferill, merkilegu ferill, og kannski það sem stendur svo upp úr þessi eini leikur sem hann á hérna fyrir Garthford Town í 10. efstu deild í Englandi. Og það kemur til vegna þess að það maðurinn Simon Clifford, stjórnarformaður klúbbsins, sem hefur sérstakann áhuga á brasilískum fótbolta og vildi svona innleiða það inn í ungviðin í Englandi, og heyrið þá í Sókrates og færa hann yfir og lætur hann spila eitt leik fyrir sig. Og flakkar með honum allt England og hann hefur nú lýst í þessi Clifford að Sókrates hafi nú kvartaði yfir þessu að því að sá reykti hvorki né drakk. Og Sókrates gerði það skilir ef þeir ættu nú að fara að vera þetta einhvað teimi, þá það nú að byrja á öðru hvort og sá byrja að reykja og í stæðan þá 2 pakka maður í dag. Þannig að það er mjög góð áhrifangreinilega. Nei, hann að svo undir rest hann komin á þann stað að hann komin á biðlista eftir lifrarígræðslu, en neitar nú samt sem áður að hætta að drekka eða getur það ekki. Svo var nú kannski má segja að svona
sósíalíski þráðurinn hafi orðið honum að falli að því leyti að auðvitað hefði Sókrates maður með hans nafn og hans tengsl hefði geta komist að á einhverjum einkaspítala og hérna fengið þar nýja lifur ef það hefði gengið upp, en hann leit svo á að það væri ekki í boði að fara framfyrir, þannig að hann fór bara í venjulegan biðlista í almenna heilbrigðiskerfinu í Brasilíu og eins og ég segi, bara deyr langt fyrir aldur fram, 2011 ef maður rétt. Já, einmitt. Var sjálfum sig kannski smá að falli hérna hugmyndafræðin? Já, má segja það, en stendur með sjálfur sér fram á það síðasta. Mjög aðdánavert. Hérna, undir titillinn á þessari bók, Dr. Sókrates, bara knattspyrnumaður, heimspekingur, góðsögn. Maður fólksins, nefndur í höfuð á heimspekingnum sjálfum, þannig að ég ekki að segja, það eru ekki margir fótboltamenn í sögunni sem hafa öðlast bara svona mikla frægð út á bara innlegg sér til þjóðfélagsmála. Hann hefur gengið mjög vel svona að aðmarka fótboltan frá pólitíkinni. Já, reyndi fyrir sér aðeins í pólitíkinni og var til dæmis mikill persónulegu vinur Lula forseta þegar hann var svona að stíga sín fyrri skref á pólitíska sviðinu, barðist fyrir hann og annað slíkt, en aftur vegna þess að hann átti erfitt með að ganga í takt og leið og einhver sagði honum fyrir verkum að þá komi upp einhver svona mótþróa röskun, þá fann hann sig aldrei innan skipulara stjórnmálaflokka, þannig að pólitíski ferillinn var stuttur. Já, merkilegur maður var hann. Merkilegur maður. Já. Við þó ekki bara að segja það, við bara leggjum endanútin á þetta og einhver loka orð kannski? Nei, svo bara gröfum við upp eitthvað skemmtilegt eftir viku. Já. Fótbolta og pólitík. Og svo einmitt kannski glemdu að nefnast á treyjurnar sem við erum í. Þú ert náttúrulega í afar fallegri treyju. Ég ákvað að vera á suðuramerískum nótum. Já. Við rættum það nú fyrirfram, það væri nú ekki viðeigandi að við myndum koma í Argentínu treyju í þennan það. Einmitt, kannski fulldjart í fyrsta þætti allavega. Fulldjart Úrúgvæ, þetta frábæra lið og mín uppáhaldsþjóð svona utan Íslands. Þeir voru svona ekki upp á sitt besta á þeim árum þegar að Sókrates var á toppnum. En svo erum við nú ekki með, við erum með annað ennslið, þetta er Sókrates spilaði fyrir. Ég alltaf að representa mitt lið, sko, Arsenal, þetta er treyjan frá 91, mert Ian Wright, góðsögninni miklu. Akkurat, það aldrei að vita nema við náum að koma Úrúgvæ og Arsenal inn í seinni þætti. Algjörlega, takk fyrir okkur. Takk.